Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Okay, it's rap packed to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bras and they all that. We call that, darling. Vinsældir CrossFit hafa aukist verulega hér á landi síðastliðin ár, enda eigum við Íslendingar 2 heimsmeistara í íþróttinni. Helsta markmið CrossFit er að fá fleiri til þess að hreyfa sig og auka þar með heilbrigði og lífsgæði fólks. Íþróttin sameinar æfingar úr fimleikum, ólympískum lyftingum, kraftlyftingum, hlaupi og róðri ásamt fleiru. Það liggur því beinast við að spyrja, getur hver sem stundað CrossFit? Já, ég myndi segja það. Við erum með allan skalan af fólki sem er að æfa hjá okkur og þó fólk sé kannski bara með mismunandi bakgrunn, þá er það bara eitthvað sem við vinnum með fólk við aðlögum æfingar og þannig að ég myndi segja að allir sem hafa komið inn til okkar hafa gert æfingar sem henta þeim og skila þeim árangri. Hvers vegna æfir þú CrossFit? Ég byrjaði bara í einkaþjálfun hjá Arnfríði dóttur minni sem er hérna og var það svona hægt og svo var ég hvött til að fara á grunnnámskeið og gerði það og mér finnst þetta bara æðislegt sko. Hvað hefur CrossFit gefið þér? Það gefur mér heilsu og segja það. Ég með krampleika í hnjá og þetta hjálpar mér rosalega mikið í því. Þessi bara hreyfingin sko. Hvað gefur CrossFitið þér? Það gefur mér bara veljan, félagsskap, þetta besta geðlífið að hreyfa sig, bara gegja. Hvernig myndir þú lýsa stemningunni í CrossFit Hamar? Góðri, þið sjáu það bara. Hér eru allir vinnir og þetta er bara einn stór fjölskylda. Hefur einhvern tímann mætt fordómum að vera svona eldri iðkandi? Nei, ég hef ekki gert það. En margir hissa samt að svona gömul kettling skuli vera í CrossFit. En mér finnst þetta er mjög skemmtilegt samfélag. Þetta er allt öðruvísi heldur á öðrum líkamsræktarstöðum. Þetta er bara, það er allir svona saman einhvern veginn sko, styðja hvern annan, hvetja hvern aðra og enginn að spá í hvað næsti maður er að gera. Já, mér finnst mjög fínt að vera í hóp með öðrum og það eru bara allir að gera það sama og við erum alltaf að gera nýjar og nýjar æfingar í staðinn fyrir að taka kannski mitt sama hringinn alltaf í líkamsræktarsalnum. Þannig að mér finnst það svolítið þessi skipta máli fyrir mig. Voruð þið ekkert smeykar að byrja? Þetta væri svona afreksmanna íþrótt og svona þetta orð sem að CrossFit hefur á sér? Jú, en bara leið maður kemur inn og pröfar það er bara allir að reyna að bæta sjálfa sig. Maður er ekki að bera sig við aðra, finnst mér. Ég hef aldrei pælt neitt í því. Mér finnst það bara vera allir á svipuðum stað. Það þarf allir einhvers staðar að byrja, þannig. Það er nú eiginlega þannig að bara æfingin er tilbúin þegar maður mætir og það er allir að hvetja hvern annan áfram í þessu. Það er miklu skemmtilega heldur en að vera hver í sínu horni inn í líkamsræktarstöðina og horfa í spegilinn og spenna bæsefinn sko. Já, nákvæmlega. Ég myndi fyrst og segja sko, það reynir bara allt kerfi sko, bæði styrkur, þol og svo þetta líka mikið hausinn sko, þú getur miklu meira heldur hann að þetta er rosalegt mental challenge. Þið hugið að meiru heldur en bara líkamlegu heilsunni. Geturðu sagt mér frá því? Já, náttúrulega andleg heilsa skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli líka og næring þar líka. Þetta er rauninni þrennt sem við teljum að sé mjög mikið að fólk hlúi að. Það er náttúrulega andleg heilsa, það er líkamleg heilsa og næringin. Það spilar allt mjög stórt hlutverk í að vera heilbrigður. Þannig að við sem erum að vinna í því líka núna að bara koma með fyrirlestra margt sem fólk hefur kannski áhuga á. Sem að við viljum náttúrulega kenna og fræða, ekki bara að segja þú átt að borða þetta og þú átt að gera svona heldur, við þurfum að koma fólki, við þurfum að láta fólk vita af hverju. Og það er líka að þú veist hlutina af hverju þú vilt gera þá og þú þarft að gera þá kannski verður líkur að þú munir gera þá og finna þá breytinguna. En ég held að það mesta sem fólk þarf á er þekking og þar komum við þjálfarar inn og við viljum alltaf vera að koma með meiri og meiri þekkingu fyrir okkar viðskiptavinni. Gera það betri á alla vegu.
Síðastliðnar 5 vikur hefur alþjóðlega keppnin CrossFit Open farið fram á internetinu en CrossFit Hamar tekur þátt í henni. CrossFit Open í rauninni svona alþjóðleg keppni sem að fer fram á netinu. Þannig að í 5 vikur sett inn æfing og það bara ein æfing í viku og fólk hefur 4 daga til þess að klára æfinguna og að skila inn skori og þarf að hafa dómara og til þess að telja á sig, þetta að sé alveg 100% og þetta í rauninni svona undanfari svæðaleika eins og Evrópuleikana og það eru allir sem ætla að keppa í CrossFit eins og á heimsleikunum þeir þurfa að fara í gegnum þessa keppni til þess að komast inn á leikanum, komast lengra. Þið eru með innanhús Open? Já, við gerðum svolítið skemmtilegt núna í ár. Við erum með, breytum þessu svolítið, þannig að við erum með svona liðakeppni og erum með 5 lið sem eru svona svolítið að keppa saman og bara hvað verður hraustasta liðið í CrossFit Hamri. Í hvað lið ert þú? Ég í Bróref og svo ég líka að keppa í Open. Svo strái á netinu. Hvernig gengur það? Gengur ágætlega, ég bara gera þetta með eins og ég get og það er bara gaman. Eru margir keppendur í þínu flokki? Það enginn á Íslandi, nema ég, í mínum flokki. Þannig að þú ert í rauninni Íslandsmeistari, sjálfkjörinn? Já, ég fæ titilinn Fittest Woman in Iceland 60+. Just mad as fuck, you ain't come close. And your next girl is my ex-girl. She fine as hell, but she a mess, girl. All I do is rhyme, I got no time, so I can't reply to your test, girl. But I'm back again and I won it. Always gotta keep it 100. Hvernig eru Akureyringar að standa sig á heimsmælikvarða? Bara örugglega mjög vel, sko. Ég nú ekkert skoðað, við bara hugsum um þetta og við erum allavega númer 1, sko. Í bara hjartanu. Y'all know y'all want it. Turn it up and get blunted. I'm like, fuck the money, fuck the fame. I came here to fuck up the game, gon' get it. I'm feeling myself, fresh to death, bitch, I'm killing myself, I'm gone. We burning it up, step in the building, we turn it. Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.